Hallå?
Jæja, velkomin á úrslitin í Íslandsmeistaramótinu í grjótklubbi 2025. Við vorum að byrja núna á fyrstu keppendum og við erum hérna Laufey Rún Þorsteinsdóttir og Stefán Þór Sigurðsson og við ætlum að fylgja ykkur eitthvað áfram. Kannski verða einhver lýsingaskipti reyndar á eftir, en við sjáum hversu lengi þetta endist. Herri, við erum með Annabel í fyrstu leið kvenna og Hlyn í fyrstu leið karla. Þau eru farin af stað. Og já, hvernig líst þér á þessar leiðir, Steffi? Sko, ég labbaði hring og skoðaði leiðirnar núna rétt áðan og mér líst náttúrulega bara ágætlega á leiðirnar en verðast sjúklega erfiðar. Já, ég held sko þessi leið sem Annabel er í, ég gæti trúa það sem léttasta leiðin. Ég spurði ekki leiðismenn að því. En hún virðist allan að vera að rúlla upp leiðinni og bara strax á leiðinni í endagripið. Já, Annabel er svolítið góð oft í svona power leiðum og bara kemur topp strax. Næs, geggjað. Góð byrjun á mótinu. Já, Hlyn er út á móti, hann er núna bara aðeins að pæla í leiðinni, kannski kalka. Hún leipur hann af stað. Og núna er Annabel farin aftur í einangrun, þannig að hinir keppendurnir vita líka að hún toppaði og þær heyrðu örugglega fagnaðarlæti líka, þannig að það er smá pressu. Heldur betur. Og já, þegar ég tók hennan hring áðan, þá var ég að segja að sú leið sem að hræðir mig hvað mest er sú leið sem að Hlynur er í núna. Ok, hvað er það við hana? Sko, þetta er smá yfirhangandi veggur og síðan eru þessi rosalega slopey grip, koma hann að 2 röð bara eftir byrjunina og ég bara get ekki ímyndað mér að halda í þetta, sko. Nei, þetta er alveg, og sérstaklega ég vona að keppendur hafa náð að safna smá skinni í gær. Við fengum hvíld í gær undir úrslitin og undankeppnin var á laugardaginn. Það er það rétt að vona að það sé aðeins búið að safnast. Þetta eru virkilega slopey grip. Sko, mér finnst þau erfið ef þau eru á slappi og þessi veggur er svona, ég held að sé svona 1 gráða yfirhangið. Það er ekki mikið, en það munar. Já, bara létt yfirhangandi. Já, og ég sá líka að mér finnst Hlynur vera teipar á fingurgómum. Það hjálpar ekki á þessum slópunum. Nei, maður vill náttúrulega bara hafa húðina, það er miklu betri, bara betra viðnám svoleiðis. Já, algjörlega. Það virðast að vera 2 litlir skrúfaðir fætur. Já. Sem hann hefur fætuna á. Já, og ég skoða það ekki nákvæmlega, en ég held að þetta sé svona fætur sem að það gefa þær ekki mikið. Nei, ég held ekki. Síðan grunar mig að alveg í lokin á leiðinni þar tekur við svona hopphreyfing. Sem sagt að það eru þessi 2 hliðargrip sem að keppandinn þarf að halda í, síðan stígur hann á boxið og einhver grip á boxinu en þarf síðan að stökkva í endagripið. Það eru að gera smá svona róðrarhreyfingu eða paddle dyno af því að hann þarf að stoppa aðeins á svarta kassanum og ýta sér áfram í næsta gripu. Akkurat, og sjáum hann í horninu, svona eins og lokagripið er eiginlega næstu bak við voljúmið. Þannig keppandi þarf að hafa skoða leiðina fyrirfram og vita og þekkja staðsetninguna á gripinum, vita hvert hann á að miða. Akkurat, og Hlynur kláraði hérna tímann í fyrstu leiðinni, hann hafði ekki miðunni. Í miður. Næja, þá er komið að næstu keppendum. Næstu keppendur eru Sigrún Rósa Hrólfsdóttir og Greipur Ásmundarsson. Greipur sem var einmitt sigurvegari var í Reykjavíkurleikana fyrr í ár. Akkurat, þannig að hann er í góða formi. Heldur betur. Og ég myndi segja að Sigrún Hrólfsdóttir er svona reynslu kempan í þessum úrslitum, þennan úrslitum. Algjörlega. Hún er, elsti keppandinn og búinn að keppa í mörg ár. Og Sigrún byrjar bara á því að bursta. Kannski ekki bara hausinn, ég veit það ekki. Svo ég þekki Sigrúnu aðeins og ég hugsa að skinni hennar hafi sufferað smá á laugardaginn. Við ætlum að hafa smá lýsandi skipti. Hérna í stúdíu er mætt Ágústa Gunnarsdóttir. Góðan daginn, góða kvöldið.
Sigrún. Sigrún er á leiðinni í bónusinn í gulu leiðinni, komið með bónus. Spurning hvort hún toppar leiðina núna. Hún var náttúrulega örugga stöðu til að fá toppinn, það er ekki nóg bara að snerta gripið með annarri hönd. Já, bara að halda spennu leið og sparka fætinum út. Já, ég er ekki búin að sjá bókstaflega neitt af Íslandsmeistaramótinu núna. Greipur er komið með bónusgripið og hún er að stökkva í hliðagripið. Sjáum núna hvernig hann gerir þetta paddle dino í lokagripið. Já! Hann fer létt með þetta. Ekki sem paddle dino, hann bara kappa þessar. Hann er mjög sigurstranglegur keppandi. Ok, erum búin að vera að hlýra vel? Hann gerir það allavega fyrir í ár hérna á Já. Reykjavíkurleikunum, Mikið þar sem rétt. hann vann og er bara alveg ánefað, bara í hópið þeirra allra sterkustu. Spennandi. Sjáum að Sigrún situr hér, horfir á proppan, náttúrulega búinn að læsa inn allar hreyfingarnar nema þá síðustu. Þannig að hún veit að hún getur toppað leiðina. Hún er bara að spara orku, gefa kannski Svona kærna sig og klára allar hreyfingar vel og gefa þessu eitt gott loka go sem að getur verið mjög sniðugt en getur líka getur verið svekkjandi ef maður Já. skildi sig bara ekkert ná leiðinni. en þetta er mjög gott svona gott veðmál, gott bett. En já, bara algjörlega í langflestum tilfellum betra að hvíla sig og taka færi tilraunir frekar en að halda bara áfram aftur og aftur leiðina og Já. sóa allri orkunni. Það er alveg ótrúlega hvað 30 sekúndna hvíld getur gefið manni. Koma svo Sigrún. Hún er aftur fallega komin í miðjugripið. Einnig þetta sem bónusgrip eða zone. Zone. Koma svo. Og ég held að sé með þetta. Já. Hákrok. Já! Ó, sveiflast úr gripinu. Hún var smá lengi að veðsannast þarna á gula gripinu. Spurning. Það hefði kannski þurft líka bara að fara með báða fætur Já, á voljúmið. einmitt. Já, bara, getur vel verið. já, hún veit svolítið bara að hafa sveiflast úr gripinu. Þá er komið að Sólon og Dagbjörstu. Dagbjörn er einn af okkar yngri keppendum í dag, eða ekki? Jú, Man svo sem ekki hvað árgerð hún er, en hún er ung. Sólon komst í úrslitin með bónus í öllum leiðunum í undanúrslitunum. Já, nýja kerfið sem að Já, þannig, já, akkurat. Og já. Miðjan er farin að gefa meira heldur en bara einn stakur toppur. var einmitt sjúklega nálægt í að ná toppi í fjórðu leiðinni á laugardaginn og náði henni eftir mótið en náði henni ekki í undanúrslitunum. Klassískt. Þannig að Dagbjörn sé ennþá í fyrsta góðan sínu. Komin í zóngripið, miðjuna. Sjá hvernig Sólóni gengur svo í grænu leiðinni. Já. Og Dagbjört er á leiðinni í lokagrip. Það var lengi
ég klifra þetta. Yes. Nice, gerir þetta statist. Já. Vel Já, gert. geggjað. Flott flass hjá Davíði. Þetta var mjög sterkt. Eins og þú sagðir, hún gerir þetta statískt, hún var ekki að reyna að hoppa eins og Sigrún. Hún fór bara stöðugt í lokagripið. Góðan faðm, hún Davíð. Sólrún hefur ennþá 2 mínútur eftir í grænuleiðinni. Hvernig líst þér á þessa leið, Ágústa? Sko ég kom í það á hlaupum og náði eiginlega ekkert að skoða þetta, en þetta fissa er ekki að hjálpa leiðinni. Hún lukkar ekkert eitthvað rosalokkandi. Nei, sjáum heldur ekki alveg Nei. boxið sem þeir stígu á þarna í lokin sem þeir hoppa frá í toppgripið. En ég get alveg sagt ykkur að þetta er sleipt voljúm og síðan sjáum við einhvern þokkalegan fót hérna handan við hornið. Þokkalegan, ok. Og eins og ég sagði við Laufi áðan, þá er þetta svo leið sem að ég er hræddastur við. Þetta er alveg ágætlega svona, hvað segir maður, vertikal, tinnréttur veggur, þannig að það er ekkert eitthvað rosa mikill halli á hann. Já, smá yfirhang, töluðum svona 1 gráðu yfirhang. Já. Ekki alveg nógu stöðugur í miðunni. Þarna þarf að halda gríðarlega mikilli pressu, spennu og koma sér rétt fyrir, þetta er snúið sko. 1 mínútu markið komið á Sólan. Er hann búinn að ná að halda miðjunni? Nei. Nei. Hann er búinn að snerta hana margótt. Já. Já, Sólan er búinn að æfa bara klifur mjög lengi, örugglega 10 ár. Já. Það er 0,5 módel og eiginlega bara besta leiðin til að lýsa klifustilnum hans á mínum að er bara að hann er mjög sterkur. Já, algjörlega. Sjúklega bara sterkur og agaður klifrari, æfir bara rosalega mikið og metnaðarfullur. Hann er líka bara mjög sterkur úti. Já. Svona er ekkert alltaf endurlega svona yfirfæranlegir styrkleikar þar en hann lætur það alveg virka. Já, nú fær hann miðjuna. En það sterkt hann á miðjuna þarna. Formátið er sem sagt þannig að fyrir topp þá fær maður 25 stig og fyrir miðju fær maður 10 stig og síðan er 0,1 stig dregið frá fyrir hverja tilraun í leiðina. Þannig Sólrún fekk kannski ekki alveg 10 stig, en þú veist 9, eitthvað. Já. Þá er komið að Gunnari Arnari Guðlagsinni og Laufi Ástu Kristofóttur. Laufi er líka með yngstu keppendunum í dag. Er ekki Gunnar líka nokkuð ungur? Jú, hann er ungur líka. Og hann kemur upprunalega úr Björkinni, eins og margir er bara af bestu klifrurum landsins. Já, mikið rétt sko. Mér finnst hann smá líklegur til að komast áfram í þessu leið sko. Já, Gunnar er mjög lúmskur sko, hefur náð mjög miklum framförum bara á undanförnum 2 árum. Næs. Þetta er mjög hægfarin leið Já, stelpunum, já. Svo mörg grip, mjög margar hreyfingar. Algjörlega, smá svona línuklifurslaug. Já. Hún reynir að póka út, svifla fætinum. Mér finnst þessi kvennaleið líka að vera mjög bara fagurfræðileg, bara fallegur bogi. Sammála sko. Gunnar kominn aftur á stað. Já. Komum við bónusgrip. Nice. Vel gert. Sniðugt. Laufi tók sér litla pásu, strax afkomin í leiðina. Spurning hvort hann hefði átt að hvíla sig aðeins lengur þegar hún komst alla leið að endanum.
En þetta greinilega að það gæti sjálfsagt að detta rétt inn í þetta loka move, sko, þannig að... Sjáum hvað hún gerir núna. Já! Töluvert nær þarna. Lendir aftur svolítið í, bara sama og hún... Sigrún var lendi í. Já, Sigrún. Fyrir gripið með aðra höndina, hann stekkur smá í það, síðan bara sveiflast hún of mikið og sveiflast bara út úr gripinu. Já. Þetta annarkvort að vera fljót, bara að setja báðar hendur í gripið og halda svoleiðis, eða mögulega gera það statist eins og Dagbjört gerði. Eða gera svona smá jönjuhreyfingu, þú veist, fylgja hreyfingunni eftir, Já, losa hreyfikraftinn og, þú veist, af því ef þú ert að berjast svona mikið á móti sveiflunni, þá rífur það þig út úr veggnum. Hún leggur strax aftur á stað. Koma svo. Já, út í bláa. Koma svo. Það eru 45 sekúndur eftir á þessu rondi. Kannski ein tilraun eftir. Ég hugsa, það getur verið sniðugt hjá Laufey að katta bara. Þetta er löng og kraftmikil leið, sko. Ég held að hún sé hægt. Já. Bæði Laufey og Gunnar komust í úrslit á miðjugripum í undanúrslitunum. Þá er komið að Birgi Óla Snorrasyni og Silvíu Þórðardóttur. Tveir mjög sterkir klifrarar. Birgir er elsti keppandinn og komist í úrslit með einum topp í undanúrslitunum. Aldursforsetinn okkar. Vá, það er... Og Silvía er þetta líka, hún komst líka í úrslit með einum topp. Biggi byrjar að bursta gripinn. Já, þessi þörf á þessum slópi ávölu gripum. Ég ætla líka að skjóta það inn að Silvía er mjög góður útiklifrari og ég myndi segja að hennar styrkleikar liggja mest í þessum smá svona old school, þessum gamla stíl. Og þess vegna held ég að þessi leið muni henta henni rosalega vel því að hún er frekar gamaldags, hún er í yfirhangandi, það þarf bara að vera sterkur en sem kemur smá svona samhæfingarhreyfing í lokin. En eins og við sáum hjá Dagbjörtu, það er líka hægt að gera hana statist. Já, en hún er samt aðeins að stregla við þessar fyrstu hreyfingar, sko. Hún komur á stað núna, nú held ég hún sé með þetta. Komum með bónusgripið. Birgir líka kominn vel á veg. Já, koma, næs, það er bónusinn. Fallegt klifur hjá Silvíu. Koma svo. Já, þetta er nú líklega pælingin hjá... Ég held að Birgir sé alveg með þetta, sko. Já. En þetta er kannski ekki hans styrkleiki beint, hann er rosalega bara svipar á Sólon, sterkur og kraftmikill klifrari. Líka kannski bestur í, mjög góður bara í pinsum og þessu bara þessu vöðvaklifri, en það er kannski ekki alveg jafn góður í þessum svona stökkhreyfingum. Þessi tension pop í byrjun hentar honum
líklega betur heldur en hann stekkir úr miðjugrifinu. En hann samt alveg, hann farin að verða sleipari í þessu, sko. Þeir eru að klifra þennan klubba mjög ólíkt, allir strákarnir. Birgir er aftur kominn í miðjuna. Nice. Já, Silvi er smá að ströggla með þessa leið. Já, ég verð að segja að það kemur smá á óvart. Ég held að það væri leið sem hentaði henni vel. Sérstaklega því að í undanúrslitunum, svo leið sem hún toppaði, var leið ekkert svo ósvipuð þessari. Hún var einmitt leið sem var Já, í frekar miklu yfirhangi og svona það er sko, meira old school. þetta lítur Gamaldags. smá út eins og hún sé, þú veist, hún er þetta extended þegar, þú veist, hún teygir sig mjög mikið eftir þessu gripi. Hún gæti í rauninni bara munað sentimetra, sko. Ætti samt, hún er þetta dagbóka passa þetta. Þá er komið að Þórdísi Nílsen og Guðmundi Frey Arnarsinni með Munda. Mundi toppaði eina leið í úrslitunum, toppaði leið nr. 2 og Þórdís toppaði eina leið líka, hún toppaði slappleiðina. Það hefur verið brútal undanúrslitaránd. Ég mista því. Já, ekki alveg eins brútal eins og á Reykjavíkurleikunum, Nei, ok. en hún var stíf. Já, það er Það voru- þannig. Tvær stelpur sem toppuðu alla leiðinar Ok. og í karlaflokki toppaði Garðar Logi 2 leiðir, Páló, Mundi og Biggi, allir 3 toppuðu bara eina leið. Já, þeir byrja bæði á því að busta. Mundi komin á stað. Ég held alveg að þetta getur verið eitthvað sem að honum finnst skemmtilegt að gera. Já, sérstaklega endarhreyfingin, þetta, En ég bara það stökk. að segja, kannski ekki fyrsta hreyfingin. nei. Mundi er bara okkar allra reyndasti keppniskjörari og ég held að enginn hafi verið jafn oft Íslandsmeistari eins og Mundi. Nei. Þórdís flýgur í gegnum byrjunum á floppunum, komin í miðjuna. Mundi sýnist mér komið með bónus líka. Þórdís á leiðinni í toppinn. Koma svo. Já. Yes, 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 yes. Ah. En hún er augljóslega með þetta. Já, ég held það. Ég fyrir bara að hvíla svo duglega. Gera það, klára það. Hún er búin að vera mjög sterk. Komið sterk inn síðustu svona mánuði. Mjög gaman að sjá, sko. Komst líka í úrslit á Reykjavíkurleikunum fyrir í ár. Þetta er nú alveg skítlegur bursti sem að myndi með þarna. Pínu lítill. Já, Mundi er næst elsti strákurinn en samt alveg mjög góður í þessum nýja stíl. Já. Í svona parkourhreyfingum. Þórdís komin aftur á stað. Mjög örugg hér í byrjuninni.
aftur komin í miðjugripið. Já, ég held að myndi sig ekki svona aðeins að leysa þetta gott. Koma Dobbys. Þetta var verið óhefni. Já. Sástu hvað gerðist? Sko, mér leið smá eins og hún væri að reyna í rauninni pókó-aðferðina sem að Sigurður var að nota. Sparka fætinum svona út á voljumið og henda hendinni út í sama múfi. En hún leit nokkuð líklega út að hún gæti klárað þetta á þennan statíska máta. Einmitt. Þannig að ég hefði veðið á að gera það aftur, sko. Já, ég líka, sko. Ég náttúrulega veit ekkert hvernig hinum búið að ganga. Nei. Ég verð að segja, mér finnst smá klaufalegt. Mér sýndist hún hreinlega bara hafa runnið bara á þessu hvíta gripi. Sjáum hvað hún gerir núna. Já, hún er að halda spennu, stíga fast, koma svo Dobbys. Já. Nú er þetta að taka tákrók líka. Koma svo. Náðu þið mundi í miðjum. Já, mér sýndist myndi hafa gripið í miðjuna. Já. Fór í miðjuna, stöður hjæltinni í smástund og bakkaði tilbaka. Ég hefði gefið hann bónus, sko. Þá er komið að Pála Mercado Guðmundssoni og Jenný Þóru Halldórsdóttur. Jenný var ein af tveimur keppendum sem að toppaði allar 4 liðirnar í undanúrslitunum á laugardaginn. Og Pála komst í úrslit með 1 topp í fyrstu liðinni. Og bara Jenný og Agnes sem toppuðu allar liðirnar á laugardaginn. Þessu fáum við sér plass. Já, mögulega. Ansi sigur strangleg. Ég er örugg hérna upp á miðjunni. Að koma svo. Já! Þetta var geggjað. Þetta var það sem þú varst að meina, þessi Jenny-hreyfing. Já. Bara, já, svo fallega klifrað. Og Dynabíst, hún bara bjóð til sveiflu, stökk í þetta, stikkaði gripið með báðum höndum og báðum fótum. Já. Öflug. Þá fáum við að sjá Pála. Ég misti alveg að því hvað hann gerði í fyrstu tilraununum sínum. Já, ég líka. Ekki alveg að mikið action í þessari grænuleið. Nei. Það kemur kannski í lokin. Já, þetta er einmitt smá svona, ef maður kemst yfir í þessi 2 grip eftir miðjuna, þá er kannski svolítið af pápanum. Það var bara greipur sem hefur toppað liðana hingað til. Þægileg byrjunarstaða. Pála er kvartir áfram hér í salnum. Já. Bónus. Já, Spurningamarki. kannski. Mér myndi finnast þetta mjög erfitt sem dómari væri bónus eða ekki. Já, mér líka. Það var þetta ekki eitthvað svona að hoppa og slá í það og Nei, alls detta. ekki, sko. Hann notaði það, eða svona þreifaði í það. Þreifaði í það, já. Þreifaði á því. Og síðan bakkaði, ég veit það ekki. Já, það er svipað og hann myndi gerði. Já. Hann myndi stoppaði kannski aðeins lengur. Sýnist myndi hafa fengið són. Já, jú, myndi hefur fengið
þessa miðju. Það er líklega að fær Pála þessa miðju. 1 mínúta eftir. Já. Tekur bara allt og mikla sveiflu, svona sveiflast svona yfir sig. Þessi eina tilraun í viðbót. Það má nú ekki eyða of miklum tíma í að hlusta og hvíla sig. Nei. Ágætlega seinfarinn kroppi. Já. Gæti kannski bara tryggt sér bónusinn á þessum tíma. Já. En eflaust ekki nægur tími til að klára leiðina. Já, það getur mikið. Já. Já, herru. Nú fær hann bónus. Já, ég myndi segja að þetta hafi verið ótvíræð miðja. Þá eru Garðar Logi og Agnes Matthildur Já. næst. Þau voru hæðst eftir undanúrslitin á laugardaginn. Já. Og já, Garðar Logi var með 2 toppa sem er meira en nokkur annars strákur. Og Agnes, alveg eins og Jenny, var með toppa í öllum 4 undanúrslitaleiðunum. En þá bara á færi tilraunum. Eflaust, annarkvort í færri tilraunum eða kannski var að count back Já. aftur í undankeppnina sem sagði til hana. Þetta er líka alveg smá garðarsleg leið Já. í þeim töluðu orðum. Já, við töluðum svolítið það á laugardaginn að hann Garðar er rosalega góður í að pinsa öll grip og ég sé það alveg fyrir mér á þessu slópurum að hann náði bara að bara pinsa þau sko, koma þumlunum einhvern veginn vel fyrir og bara kreista þessi grip. Þú veist, sá klifrari hér sem að við finnst, hann finnur ofta eitthvað svona beta-break. Algjörlega, Hann er kalka. Laufey lýsti honum einmitt sem mjög snjöllum klifrara og mikið til í þess, mjög bara góður í að sjá tækifæri sko. Vá. Yes. Gríðarlega öruggur toppur hjá Agnesi. Og létt með þetta, smooth. En já, mér finnst alltaf mjög gaman að horfa á Garðar klifra. Þú veist, maður vill ekkert endilega að fólk brjóti proppan, en það er samt svo flott. Já. Einmitt. Já, ekki nóg með að hann var hæðstur eftir undanúrslitin. Mér skilist að hann hafi líka verið hæðstur í bara undankeppninni Já, ok. á laugardaginn. Hann er Það er mjög stærst. bara, já, sigurstranglegur, öflugur. Nice. Langar það svona leit út eins og hann ætlaði að setja tákrók á miðjuna. Sjáum hvað hann gerir. Svo fyndi það að kalka þarna. Nice. Ah. Já, maður þarf að fara í aðeins meiri stjóri. Já. Mér minnir að hann myndi þegar hann tryði þessi miðjuna, hann hafi verið sko bara í gripi nr. 2 með hægri höndina og hafi farið með vinstri höndina í gripið við hliðina á miðjunni og hafi síðan bara bumpað áfram í miðjuna. Náði henni þannig og bakkað svo tilbaka. Sem er kannski smá leiðileg leið til að ná miðjunni en það virkaði. Þetta er einmitt svona spurning, ég man ekki svona, það var á Ólympíuleikunum þegar það voru mörg svona stigasón. Já, það voru tvær miðjur, eða 2 són í Ólympíuleikunum. Þá var fólk stundum svolítið að stunda það að bara svona klífra einhvern veginn að einhverju stigagripi þó að þú sér búin að koma þér í stöðu þar sem þú getur ekki haldið áfram með Bara til að tryggja þessi miðjuna. Bara til að fá stigin, sem er bara valid. partur af þessu, líka bara svona stundum ákveður fólk að reyna ekki aftur
þegar það skafar af tölunniðinni, tilraunirnar. Akkurat. Það er líka bara taktist að monitora það. En núna, þetta er líklega lókið góð hjá Garðari. Eitthvað góð. Kannski smá hæpið. Lítill tími. Þetta spara orkuna frekar. Já. En þá er mjög sterkt sem Freyr. Heldur betur, hann er með forystuna núna. Já. Já, sjá, er staðan komin? Já, núna er sem sagt verið að snúa myndavélunum við. Þannig að það er örlítil pása á milli umferða. Þetta er alveg smá skondið skot á þessum stiga. Já. Hvernig líst þér á Morandi hingað til? Þetta er ansi gott skot. Þetta er svolítið gott sko. Mér líst bara vel á þetta hingað til. Rosalega sterkt hjá greip að toppa leiðina eins og við bara minnumst á. Já. Og já, vel gert hjá Dagbjörtu líka. Bara mögulega Mjög sterkt. allan eina af tveimur yngstu keppandunum, mögulega yngsti keppandinn. Þannig bara rosalega vel gert hjá henni að hafa toppað þessa leið. 100% sko. Nú alveg færa þennan ramma aðeins niður. En þetta er þröngur salur. Eða svona þröngur gangur sem það þarf að reyna að skjóta stóran hlut. En eigum við að tala aðeins um þessar leiðir? Já, gerum það. Hvernig líst þér á þessa? Hvað sérðu fyrir þér? Já, mér finnst að það sé eitthvað svona kannski layback til þess að byrja með. Já, kannski smá layback. Það er hann góður blár fótur við hliðina á eitt þetta þessum hvítu gripum. Já, svona hlaðinn fótur. Já, smá blokkaður. Hann var að teygja þessu svona yfirgripið til stiga. Og þetta er næsta kallaleiðin. Gnarly dót. Virðist vera lítið svart grip á miðjum vögnum sem þið geta aðstæð. Já, svona gæti verið bystur í veginn. Já. Gæti verið smá nipple twister. Geta allavega, kreist þetta svona með þumlinum. Svona, kjötkrókur. Kjötkrókur. Og já, síðan hjá stelpunum sjáum við bláu leiðina. Þar lítur út fyrir að þau þurfa að koma sér upp á þennan gráa voljúm, blátt grip þarna sem þau þurfa að smyrja á. Og já, síðan þau þurfa að lauma sér einhvern veginn í þetta endagrip. Það er erfitt að átta sig á því hversu góður þessi blái fótur er. Hann lítur út eins og hann sé frekar góður, en þetta er lúmst yfirhangandi veggur. Það ekki? Ég held að þessi sé bara alveg lóðréttur. Já. Sé bara akkurat 0 gráður. Þau eru bæði komin af stað. Hlynur eru örugglega ánægður með þessa leið. Hann er bara einn af, ég held að sé óhætt að segja að hann sé bara besti slabbklifrari landsins. Alveg virkilega góður í þessum stíl. Þannig hann er örugglega mjög sáttur með þessa leið. Þetta er alveg... Strax komin hérna í nipple twisterinn hérna með hægri höndina. Ég vil kalla þetta Kjötkrókin. Vá! Herri, ég held að hann væri með þetta. Þetta er intense. Annabelle kominn á þeirra stað. Hann er að skipta fótum að þessum litla fæti. Getur oft verið smá trikky. Þetta er eitthvað svona blind fótamanns.
Já, ég er satt líka þjálfari og er að þjálfa krakka og það getur verið rosalega frústrerandi að kenna þessa hreyfingu en mikilvægt að kunna að skipta fótunum og svona, já, litlum fót, svona loaded fót. Kemur manni langt að ná þessu, sko, það Já. er alveg frekar mikilvægt. Bara eitt af þessum klassísku tækniatriðum sem maður þarf að kunna. Annabelle er að reyna að komast hjá því að gera það. Já, Hlynur núna, eftir að hafa flogið í gegnum byrjununa, er eitthvað að ströggla við fyrstu hreyfingarnar. Komin aftur af stað. Það er tvær ákveðir á þessu gripi. Þessum gripum sem að, eða reyndar eiginlega flestum gripum upp á þessum veggjum, en það sem að Hlynur er að stíga á, það er mjög auðvelt að stíga á sleipapallina í gripinu. Það var líka mjög góð tilraun hjá Annabelle að skipta, þannig að mjög góð tilraun að skipta hjá fótum á þessum litla bláa. Var ansið nálægt. Það datt. Hlynur næstum því náði að halda sér inni á veggnum. Strembið slag. Yes! Geggjað! Koma svo. Koma sér í miðjuna, koma svo. Geggjað, verðmætt að Mjög. ná miðjugripinu. Verðist bara að vera rosalega góður fótur. Bara rólegust. Vá, við erum bara að kíkja á klukkuna og sjá hvernig Nei. koma svo að vanda sig. Dýrmætt að það fipast þarna. Ok, koma svo. Það verðist vera smá svona samhæfingarhreyfing. Það fyrir fyrst svona hratt að mattsa með báðum höndum og svo svona koma sér í næsta grip. Já, mér langar smá að vita hvað fótur er að taka á mótunni. Við lokum þetta. Já. Hvað er til? Er það bara þessi lyftur? Á ég fór að gá? Já, hleyptu. Og þá eru næstu keppendur að fara að leggja af stað. Það er Greipur Ásmundarsson og Sigrún Rósa Hrólfsdóttir. Og eins og það myndist á áðan, þá er Greipur með forystuna eins og stendur. Heyrðu, ég er búinn að fara í smá könnunarleiðangur og það er engin annar fótur. Það er bara þessir tveir litlu fætur. Ok, stíf leið hjá stelpunum. En rosalega svekkjandi að lenda í því sama og Annabelle var að lenda í. Að við erum svona nálægt, við erum komin í miðjuna, gat hvílt sér smá, ein send tilraun í toppinn og síðan var bara tíminn búinn. Það var sko ítti Greipur sér upp á fingrunum til þess að hann kæmi fætinum fyrir á voluminu. Vá. Hann er komin í kjötkrókinn. Já, flottur. Ég veit ekki hvað við eigum að kalla þetta sko. Ok, í þumalgripið. Hann er komin í þumalgripið. Hann getur alveg rosalega andstyggilegt grip. Heyrðu, Vá. flaugur það bara. Ok, sjáum Sigrúnu. Koma svo. Vá, ég sá hana bara svona hlaupa upp vegginn. Ég verið vona að hún gera þetta aftur alveg eins og... Já, ég er sammála. Mér fannst maður svona hefði gert þetta bara örlítið svona aðeins of hægt, kannski aðeins aðeins of hægt, aðeins of hikandi
þau þurfti kannski að fara með aðeins meiri kraft og koma Já. mjöðmunum og líkamanum bara alveg upp við vegginn. Nice. Það verður kannski meira svona eins og að tala um airtime til þess að breyta handgripunum Já. og grípa í lokagripið. Koma svo. Úff. Já, nice greipur. Það nú líklega það sem að var hugsað sem betað. Já, nú fær hann Geggjað. miðjuna, vel gert. Ætla Koma svo. hann að taka það? Sigrún Hún bara, bara sleppir miðjunni, hún þarf ekki að nota hana. Koma svo, segir hún. Það var misreiknað sig þarna. Rúm mínúta eftir á klukkunni og þau fara bæði af stað. Koma svo. bara Nái- aðeins betur hjá henni. Já. Hún nær nú líklega öðru gói. Þetta er ekkert eitthvað super physical greipi. Nice. Það er lítið greip þarna. Já. Já, kannski laga bara höndina við vegginn. Reyndar- Sýnist það. Nice. Yes! Geggjaður. Sigrún kominn. Greipurðu það með 2 toppa? Mikið rétt. Hún missir fingurna alltaf aðeins mikið í greipinu. En já, eitt sem að krakkarnir hafa verið að gera er að stundum klippa þau kvistana í veggnum, Já, meinar, já. þú veist, brúnu, að þú veist, þeir svona poppa stundum út, þannig að það er bara svona örlítill, kannski millimeters Já. ringur í veggnum sem getur skipt sköpum á svona slappi. Einmitt. Það má náttúrulega alltaf nota vegginn. Má alltaf grípa í öll voljum, grípa í vegginn, pressa í vegginn. Já. Já, þá eru Sólon og Dagbjört kominn. Byrjaði að bursta. Ég er spenntur að sjá hvað Dagbjörn gerir, hvort hann alltaf Já. gerir þetta svona statíst eins og Annabelle eða ég ætla að við það, gerir það statíst. Já. Þetta styrkur hjá Sóloni. Já, Sólon er víst með eitthvað puttameðsl í, minni með baugfingri á hægri hönd, allavega á hægri hönd og búið að vera smá vesen í honum og veit að reyndi svolítið á það í undanúrslitunum. Já. Þetta var rétt hjá þér. Hún reyndi að gera þetta statíst. Yes. Ég er kannski aðeins betri að spá fyrir núna en í undanúrslitunum. Já, gekk það eitthvað brausilega? Já, smá. Það rættist ekki úr neinu sem ég sagði, nema einu hlut, það rættist úr einu. Ok. Núna er Sólon bara að veðja á að hann getur tryggt á þetta greip. Já, eins og ég sagði þá er Sólon alveg fárlega sterkur klifrari og mjög bara agaður og duglegur að æfa. En ég held ég geti líka leyft mér að segja að slapp sé ekki hans styrkleiki.
Dagbjört svona smá að koma sér í klandir þarna. Vandræðum að skipta á þessum fæti. Nú eitthvað sem hún venjulega frekar góð í, myndi ég segja. Þetta er líka oft sko, þegar maður er að skipta fótum, þegar maður hefur engin grip til að hanga á, hún getur ekkert lyft hægri fætinum og sett hinn, af því að öll þyngdin hennar hvílir á hægri fætinum. Það er svo bara vandasamt að skipta fót í þessari stöðu, nema kannski einhvern veginn reyna að beita sér þannig að annarkvort svona hoppa smá eða mjaka fætinum eða stíga rosa strategískt með hægri fætinum og viljandi skilja eftir pláss til þess að stíga með vinstri. Já, hún prófa núna bara að krossa, að fara strax með vinstri. Gæti verið sniðugt. Annabelle máta þetta sko, en hún hætti við þetta, en þetta bara virkar. Já, þetta var mjög vel hjá Dagbjörtu. Ég held að hún muni ná í miðjuna núna. Ólíklegt að detti héðan af sko. Yes. Gert. Nice. Geggja. Þetta er alveg svona skondið hvað þessi fótur er góður. Það er mjög sjaldan sem að það er svona þægilegt að standa upp á veggnum í fóturleið. Já, einmitt, sérstaklega í úrslitum. Sólin komin af stað. Já, já. Vel gert. Úff. Nice. Nei. Þetta var svo svekkjandi. Hún í rauninni bara kemst svo seint þangað. Bara á ekki tækifæri í annað go. En hún var svo með þetta. Já. Sólon gæti mögulega náð miðjunni, en hann þarf að drífa sig mjög mikið. Mér Hann var kominn ansi langt á hann. Jæja. Mér myndi nú hefði grunað að Dagbjörg hefði kannski grætt á því að skipta fótum á þessum litla fæti eins og hún var að reyna fyrst. Hún virtist fyrst ætla að skipta, hætti síðan við og ætlaði að krossa. En þegar maður krossa svona þá er maður í svo astnalegri stöðu. Það er svo snúið upp að mann og maður er meðan fjær veggnum og ég bara mun minna jafnvægi. Meðmyndar svona snúa mann út úr veggnum. Akkurát. En ég held að þessi aðferð hefði alveg virkað. Já. Bara erfitt. Ég spáði því að hún klifrið þetta bara strax leið að hún prófar þetta aftur. Já, 100%. Þá er ég komið að Gunnari og Laufeyju. Nice. Mjög öruggt hjá Laufeyju. Fór bara frekar létt með þetta. Já, statíst. Sjáum hvort hún fattar þessa svona... Já. Koma. Geggjuð. Vel gert. Ok, sjáum hvað hann gerir núna. Já. Nú er maður smá læstur, sko. Já. Sjá, ok. Eins og hún hafi hugsað að skipta fótum á sér skrúfur. Já, ég er mjög forvitin að sjá hvernig bláa verður klifrið. Hvernig það er klifra eins og lokar hreyfingu. Það er eiginlega smá fótasprunga. Já. Eins og þú myndist á líka, þá er þetta svona dual texture grip. Hann þarf að vanda sér rosalega að stíga á gripið þar sem er svona gróf áferð. Ekki nóg bara að stíga hvar sem er. Laufey virðist bara geta statikað þennan fyrirpart bara auðveldlega. Mjög flott. Já, stígum við vinstri. Já,
Þá er hann samt líka bara að lenda í því sama og við erum að tala þegar hann snýr sig út úr veggnum eða ég skiptum veginn Já, eitthvað svona. ég gæti alltaf að segja það fyrir mér að þetta væri gott. Það er örugglega svo erfitt að skipta þessari litlu skrúfu. Sko. Kannski ef hún er bara að slamma á þetta grip og halda fast og halda vinstri fætin, getur bara sett fótinn í vegginn og bara einhvern veginn haldið svoleiðis og síðan klárað rest. Gorgeous fótskipti hjá henni. Hún er búin að æfa sig að matcha fótinn Já, fyrsta þjálfarinn sinn. já, greinilega. Koma svo 1 mínúta eftir. Nægur tími. Nú er veðrið á hægri fót núna. Já. Sjáum hvað hún gerir núna. Koma svo. Hún er bara svo föst í þessari stöðu. Ok, þetta er svona krossfiska. Líka, vandamálið. já. Koma svo Gunnar. Það er svo svona hræðileg tilhugsun að skilja tærnar eftir inni í þessari sprungu og detta frá veggnum. Já. Það er eitthvað svona leiðsluklifur ótti. Sjáum hvernig Gunnar gengur núna. Mér finnst það rosa erfitt að segja hvað var sem vantaði upp á hjá Gunnari, sko. Kannski, já. Bara erfitt. Já. Var það Greipur sem að klára hana? Já. Já. Greipur er bara í rosalega góðum málum. Kannski gaman að benda það að Birgir, sem er núna að fara á stað í leið nr. 2, er komin í síðbuxur. Þetta er oft alveg ákveðin strategía sem að klifrar að nota, sumir allavega, svo að, sko, hvað segir maður, viðnámið af húðinni, eða verður þetta upp við vegginn, svona hægir ekki á manni og stoppir manni ekki. Og síðan leiður þetta líka sem að fá ekki sár og skrámur á sköflungin að vera að skrapa. Sko. Ég er reyndar að nota þetta líka, stundum ef ég er að reyna að klára eitthvað slappkrópa og ég bara vil ekki committa í einhverja tæpa hreyfingu, þá fer ég í síðbuxur og þá finnst mér alltaf að committa af því þá er ég ekki að fá eitthvað svöðusár á sköflungin. Akkurat, en ég tengi þetta líka svolítið við einmitt, þetta bara viðnámið af húðinni. Já, það, ef maður vill eitthvað svona hoppa meðfram veggnum eða renna meðfram veggnum, þá eyðileggur það alveg fyrir manni að vera af stuðbuxunum, sko. Já, Silvía er mjög örugg fyrstu hreyfingunum. Ég myndi nú að halda að þetta væri eitthvað sem að hendaði henni líka. Akkurat eins og við vorum að tala um, hún er rosalega góð í þessum svona statíska, smá gamaldags, þessum gamla stíl. Samt svona step-through. Já, akkurat. Veðjur á það, en það er líka það góður fótur og við sáum Sigrúnu fljúga þarna í gegn dýnamíst, þannig að það er vel hægt. Þetta er svona, þú nærir þessu svona, en þetta er smá dýrt í tilraunum talið. Algjörlega, sko. Þetta er líka bara svo klassískt í svona leiðum, það er svo erfitt. Lykillinn er svo mikið bara að leggja upp við vegginn, hafa alveg þyngdarpunktinn alveg upp við vegginn svo maður detti ekki frá veggnum, en það er bara auðveldara sagt en gert.
Koma svo, Birgir. Það er planan, já. Það er eitthvað nýtt. Nei, ok. Já, bara að mjaka fætinum niður svo hann gæti matchað. Já, koma. Herðu. Já, flott. Ótrúlega þetta er bara að hanga lengi á Já. þessum þumalgripi. Það er alveg líklega orðið slímugt af kalki og svita, sko. Já. Ég klifrar hægt, vandar sig. Þetta er eitthvað mjög skemmtilegt við þetta. Næs. Nú bara bara svona þetta töluvert styttra heldur en En hann virðist ekki fatta að stíga út. Því að ég held að hann sé alveg bæði nógu liðugur og nógu langur til þess að geta stígið út á þennan bónus. Já. Grunninn er að ef hann hefði bara reynt það, hann hefði alveg haft góðan séns í það. Það leit svo vel út hjá honum. Já. Mikillir stjórn. Já, ég held ég sjáu fyrir mér hvað hann er að hugsa. Hann er örugglega að hugsa sko að fara með vinstri höndina á hægri Já. og einhvern veginn halda svoleiðis með vinstri, svona pressa með vinstri á bónusgripið og grípa með hægri höndinni ofan á svarta kassan. En það við höfum séð samt hjá hinum keppendunum, bæði hjá Gunnari og Greip, að þá bara virtist að ganga bara ansið vel að stíga frekar bara í spíkat. Sko. Algjörlega, sko. Mögulega var hann bara að hugsa að ná sér í miðju, sko. Já, algjörlega. Þá eru Mundi og Þórdís komin. Þau byrja bæði á því að skrúbba proppan enda ágætlega seint í umferðinni. Svekkjandi. Næs. Mjög örugt. Geggjað. Vel kært. Líka bara nægur tími eftir. Já, heldur betur. Góðum málum. Og ég er svo forvitin hvað hann gerir. Ok. Og hvað núna? Já, og nær herra upp, sko. Já, hvað ætlar hann að gera? Við erum búin að sjá alla hana tvær stelpur, bara verið ákvæmlega þessari stöðu áður. Já. Rænir að skipta. Það virðist gerlegt. Þetta leit út eins og hann gæti Já. náðu þessu, sko. Ok, sjáum til hvað hann gerir. Ekki að landa rétt inn í þessu. Þess myndi yfirleitt vera mjög góður í lesanlegir. Já, algjörlega. Mundi er líka leiðasmiður. Hann setur oft upp leiðir, þannig að hann er mjög góður að sjá fyrir sér að leiðasmiðurinn bara hafði í huga. Sko það sem ég vil sjá Munda í er eitthvað svona paddle-dino hreyfingar, sko, eitthvað sveifla og eitthvað svona, þar mun hans ljós skína. Þetta er kannski, ég vil þessi fýtt slappklifrar en kannski ekki alveg það sem hann var að vonast eftir. Við heyrum í honum að við erum akkurat á bak við vegginn sem að Mundi er að klifra á núna, þannig að þarna var hann. Ok, sjáum hvað Þórdís gerir núna. Jæja, Þórdís, koma svo. Já. Koma svo. Ok, ætla hann að taka þess að skipta. Já! Svona með því.
Tómasson myndi. Já, undanfarið er búið að vera mjög mikið í tísku að stíga á sko sleipu áferðina að þessum svona dúl textu gripum. Og allir í klifurhúsinu búin að æfa sér mikið í því. Það er ótrúlegt hvað það er hægt að stíga þetta. Já, kannski... Man langar það ekki, en það er hægt. Svo nálægt. Það myndi sig ekki ánægð með þetta. Það er komið að Pálo og Jenny. Já, Jenny toppaði síðustu leið. Já. Var ein af Var það ekki bara fjórum að toppa fyrstu leiðina. Og var næst hæðist eftir undanúrslitin helgina. Jenny bara svona eins og ballettdansari á veggnum. Já, rúllaði þessu upp. Jæja, hvað gerur hún? Geggið. Já, fer niður og hugsar aðeins. Sko, ég er svo spenntur að sjá einhverja stelpu leysa þetta. Heyrjum, þetta virðist virka. Já. Nei! Þú þurfir bara að ná aðeins ofar. Já. En mér finnst það svo flott aðferð að bara stíga með vinstri fætinum. Hún hugsar fram í tíman. Já. Það er kannski það sem vantaði smá upp á. Það hugsir flestir sem er komin niður í þessu stöðu, finna það er þægilegast að stíga með hægri fótinn. Þannig þau stíga bara upp á hægri fótinn. Já. Og síðan eru þær fastar og veit ekki hvað er að gera næst. En Jenny er búin að hugsa fram í tíman, sér að hún lendir í klandri ef hún stígur með hægri fótinn. Og er þá stígur með vinstri þó það sé verra. Til þess bara var í betri málum seinna í leiðinni. Svona tíjar upp næstu hreyfingu. Akkurát, þú veist, þetta er það sem er svona, já, gerir klifur að góði að lesa leiðir. Tómas og... Heitt ekki? Nei. En það er ennþá meir en 2 mínútur eftir. Já, vorum við góðan tíma. Já, ég verð að segja að stelpuleiðarnar er búin að vera svolítið ekstra spennandi í dag. Já, ég er alltaf eitthvað að horfa á stelpuleiðarnar líka. Já, ég líka, Það er líka að ná svo langt í leiðinu, það er svona smá leiðilega að sjá strákana að vera flest að detta á sama stað. Já. En já, búið að toppa strákuleiðina en við vitum alveg að þetta er hægt. Koma svo... Hún er einhvern veginn svona að reyna að gera þetta aðeins meira dýnamist heldur en hún var að gera þetta áðan. Já. En þetta er rosa flott hjá henni, ég held að þessi aðferð sé... 100% sko. Ég held að þetta sé bara aðferðin, sko. Ég fíla að hafa þessa hvíld í liðinni, þetta byggir upp svo mikla spennu. Algjörlega, sko. Ekki sem að sér þetta oft. Það er eins og hún sé bara alltaf að missa aðeins bæti. Það er örugglega svo, já. Koma svo, Jenny. Koma svo. Ansan. Það hefur örugglega verið mjög leiðilegt að vera Pálo í þessari leið, alltaf að renna aftur og aftur í byrjunarhreyfingunni. Er þetta að halda haus eftir svona leið? Já, einu sinni enn. Yes!
líka mér. Já, þetta ná þessi núna. Já, koma. Nei. Ó nei. Þetta var svo vel gert. Já, ég var svo fljót í gegnum bara flaug í gegnum fyrripartinn. Bara búinn að dæla þetta og þá bara... Já, það hefði verið svo geggjað að sjá toppinn hann bara á síðustu sekúndunni. Þá eru síðustu fyrirararnir í leið númer 2, Garðar og Agnes. Og þau voru sem sagt bæði hæðst eftir undanúrslitin helgina. Já. Agnes með 1 flass. Kannski fínt að taka það fram núna að þau koma sem sagt fram í öfugri röð. Já. Þannig að þeir sem eru aftast, síðust í leiðinni, þau voru efst, hæðst eftir undanúrslitin. Já. Og síðan bara koll af kolli. Agnes gerir þetta statískt. Já. Garðar gerir þetta no hands. Já. Hann virðist alltaf stíga út. Wow. Þetta var svo tæpur. Svo vel gert. Góða að skipta fótum. Já, mér finnst Agnes oft klifra í svo mikillir stjórn. Já, hún er góð. Það er bara svona hydraulics-vél. Já. Bara elegant klifrari sko, góð að lesa leiðir. En hún líka gerir þetta með sömu aðferð á Jenny. Hún styr líka. Já, akkurat, já. Fljót að fatta. Það er mjög langt síðan við sáum einhver komast í bæði miðju eða topp í þessari leið. Höfðu þið séð einhvern annan en Greip komast í miðju? Já, það komst einhver. Nei, kannski ekki. Nei, enginn komst í... En það bara er ekki búið að... Það er engar fyrir. Já, það komst enginn í topp eða zón. Koma svo Agnes. Já, örugglega mikið líka smá stress og pressa að vera Garðar núna því hann var bara hæstur í báðum hinum umferðunum, bæði undankeppninni og undanúrslitunum. Algjörlega. Þannig erfitt núna að vera ekki búinn að toppa neina leið. Það vantar svona stigsmun upp á kraft. En þetta er líka það, þetta er svona hreyfing sem hún þarf að lenda akkurat inn í til þess að stikka hana. Má ekki vera að fara of hratt, þá rífur hún sjálfa sig út úr veggnum. Agnes var í öðru sæti á Reykjavíkurleikunum í ár. Koma svo... Svekkjandi. Og var það á rauninni eini Íslandingurinn á palli. Mikið rétt. Jæja, þá eru 2 prappar búnir, 2 eftir. Og staðan er þannig að Greipur er ennþá með forystuna hjá strákunum og hjá stelpunum
Engin toppur í leið nummer 2. En Jenny komst í miðjuna í fyrsta gáfi. Já. Sem að gefur henni held ég aðeins fleiri stig. 0,1. Já, 0,1 meira stig. Þannig Jenny er með forystuna, Agnes í öðru sæti og Dagbjört er í 3. sæti. Og hjá strákunum er staðan Greipur er í 1. sæti með topp í báðum liðum. Mundi er í öðru sæti með bónus í fyrstu leiðinni og Birgir er í 3. sæti líka með bónus í fyrstu leiðinni. En það sem gildir er sem sagt það sem segir til þó að til dæmis bæði Mundi og Birgir er báðir með bónus í fyrstu leiðinni, þá er Mundi samt fyrir ofan Birgi af því að hann var með bónus, annarkvort var með bónusgripið í færri tilraunum eða það er litið á niðurstöðurnar úr undanúrslitakeppninni og sér hvað þeir standa þar. Sá sem var ofar í undanúrslitunum er þá ofar ef það er jafn stigafjöldi. Ég vona að ég hafi komið þessu vel til skila. Já. Svona nokkurn veginn allavega. Ég held það. Hér er kominn Hrobbi fyrir framan okkur. Lukkar frekar öflugur, frekar. Ég ætla að leyfa mér að segja það að eftir að hafa skoðað alla leiðirnar þá er þessi leið sem við sjáum skjánum vinstra megin, hvíta stelpuleiðin að mínum að þið nettasta leiðin í dag á bara á mótinu. Þeir eru skemmtilegir. Heldur heiti Skyballs. Skyballs, það er svo... Cheetah-gripin sem er alltaf stakka svona endalaust upp. Já, svo cool. Líka, við sjáum bara strax í byrjuninni, það kemur þarna á þessum svörtu Skyballs kemur hvítur juggari sem er rosalega góður. En það sem þær þurfa eflaust að gera er byrja hérna í þessari stöðu. Sko það sem ég sá fyrir mér var að hoppa sko með hægri höndina og taka alveg rosalegt svona, hvað segir maður, barn door. Hlöðuhurð. Barn door er miklu betra. Segjum bara barn door. Og það er að taka svona barn door. Eins og maður sé á hjörum. Nákvæmlega. Og síðan þarna er stekað það er bara að halda áfram upp á topp og það kemur sérstaklega einn pínu lítill, sýnist mér líka blokkaður kantur í miðri leið og ég er spenntur að sjá stelpuna að reyna að halda í hann. En hver veit, kannski er þetta leiðsett öðruvísi en ég sá fyrir mér sko. Ég segði líka svo sem fyrir mér að það þurfi ekki að taka barn door, að maður getur bara að hoppa upp með vinstri höndina líka en þá þarf maður samt líka að stoppa mjög miklu sveiflu. Þú þarf að slamma hægri hendinni á svörtu kúluna til þess að stoppa. Já, akkurat, jú, það getur verið hægt líka. En það er eins og það ég eftir að færa myndavélina hægra megin. Þetta er allavega að við sjáum, sem sagt, það er búið að breyta leiðinni. Sem sagt, fyrsta stelpuleiðin er líka 3. strákarleiðinni en það er bara búið að breyta henni og gera hana aðeins erfiðari. Já, við sjáum sérstaklega að það er búið að taka stóra hvíta gripið sem allar stelpurnar stigu á. Þannig núna þurfa strákarnir bara að kampusa sem þeir bara að klifra án fóta eða að vera snuðugir og bara nota einhverja hælkróka. Já. Það er nú líka búið að snúa og taka svolítið að gripum, þannig að þetta er svona... Já. Og það er búið að blokka bónusgripið líka. Bónusgripið var blokkað. Var blokkað, ok. Já, Annabelle fer beint með hægri hendi í Yes. Mér gengur miklu betur núna að spá fyrir en síðast, sko, yes. Já, ég held að hún hefði þurft að committa í að svona leggja lófan niður á stóru svörtu kúluna til þess að stoppa sig. Gera svona sporðdreka-move. Já, sko, það er svo töff. Hún er ekki mikið í gangi á þessari miðju, hún er bara eiginlega bara voljúm.
Hún fær hana, alveg 100%. Síðan kemur þessi pínu litli, pínu litli blokkaði kantur, sko. Sko, ég fíla líka endagripinn svo mikið, með svo töff hérna, þessar 2 stóru kúlur sem það er á stökkva í og halda. Bara svo nett. Já, sko, ég vildi að það væri myndavél líka á okkur hérna lýsinnar. Við erum búin að vera svo mikið að leika, sko, leiðinnar, hérna allar hreyfingarnar. Svona að tegja sig svona og alls konar látbragð í gangi. Já, gengur smá bröðslega hjá Hlynni. Nice. Annabelle kom með þessa hreyfingu í hreyfingabankanum. Vistað í skýinu. Já. Thomas og... Já. Thomas og... Æi. Já, hvað ætli sé best á það? Af því að þú veist, gripið er örugglega betra hægra megin. Bónusgripið, já. Ef maður nær að, þú veist, stíga á móti. Það gæti verið, ef maður er lítill, kannski ekki gengur það vel fyrir Dagbjörtu til dæmis, að stíga bara upp með vinstri fætinum á þennan hvíta juggara og kemst kannski í einhverja þægilega stöðu og getur svona spyrnt á móti þessi bónusgripi. Það er ekkert eitthvað endilega gefið að halda áfram til það, sko. Það er rétt. Ég sé það svolítið fyrir mér, ég stíga upp á þetta hvíta grip og jafnvel fara bara í seinni kantinn með vinstri höndina fyrst áður en maður fer niður með hægri í þennan litla kant. Af því ég held að þessi litli kantur sé frekar hugsað fyrir hægri höndina en vinstri. Ef maður fer með vinstri, þú veist hvað maður að gera, þá er maður smá fastur held ég. Maður þarf að enda með vinstri höndina í seinni kantinum. Seinni kanturinn er líka alveg töluvert betri heldur en algjörlega. hinn, sko. Kannski, jú, þetta var flott. Örugglega að gera svona, krossa undir með hægri og fara svo áfram með vinstri höndina. Já, Annabelle hægt. Koma fyrir. Þetta held ég bara axlarkraftur sem að vantar þarna. Hann Hlynur er líka mjög ungur, ég held að hann sé bara, minnir hann sé bara 16 ára. Já, ég held að það sé rétt, sko. 15 ára. 15 ára segir pappans. 15 ára, já. Hann er bara svo vel gert hjá hann að komast í þessu úrslit sko með þessum rosalega sterkur klifurinn. Já, hann er rosalega sterkur. Og eins og við myndumst á áðan, bara besti slappklifurinn landsins. Mun örugglega fá sterkar axlir. Já, kemur. Ég sé þetta alveg fyrir mér hvernig þetta verður eftir nokkur ár sko, en það er að rúlla upp þessum liðum. Gaman hérna að minnast á það að ég þjálfaði hann smá einu sinni. Ég vil hérna, já, vil eiga að segja að ég er smá kredit sko, svona pínupónst sko. Herðu, Sigrún og Greipur eru komin og bíða eftir því að fá að snúa sér við. Greipur gerir það aðeins og snemma. Ég er svo ánægður með tónlistina. Já, það er góð tónlist sko. Ég ætla að segja, ég hlakka til að sjá Sigrúnu í þessari leið. Hún er búin að vera að vinna svo mikið í styrk sko. Ok, geggjað. Flottur. Já, Sigrún fer í þessa vinstri handapælingu. Já. Greipur er alveg sjúklega góður í svona hreyfingum. Þarna bara góður new school klifrari, eða bara góður bara, hvað maður segir, bara all around klifrari. Góður old school klifrari. Já, bara góður all around klifrari. Já. Hann er alveg svona, ef maður setur upp eitthvað power svona testpísproppa á stóra yfirhanginu, þá er hann mættur þangað bara strax. Já. Kemur upp alveg á björkinni og þarna klifraði rosalega mikið á moonbrettinu í björkinni og ég held það þarna, yes! Vel gert! Ekkert mál. Það var
Alla Pogo, það er það eina sem er í boði. Já! Þetta var svo vel geggjað. gert. Já, Sigrún komin í. Vá hvað ég er ánægður með þetta. Já, þetta var flott sko. Já, til hafi verið búin að ná sér í miðjuna þarna. Ég veit ekki, ég var klippt á greip. En vá, vel gert hjá Greip. Já, mér finnst líka svo eftirminnilegt bara hvernig hann stóð sig í fyrstu leiðinu á Reykjavíkurleikunum. Og líka gaman að minnast á það að Greipur sko bæði vann hann Reykjavíkurleikana núna í ár og hann er líka Íslandsmeistari í línuklifri, ríkjandi Íslandsmeistari í línuklifri. Já. Það er bara mjög jafn klifrari á alla kanta, góður í þessum old school stíl, new school, líka góður í línuklifri. Bara á bjarta framtíð. Já. Tómasa. Það er smá svona, þegar það er svona gott grip í leið, þá er hægt að hanga þær og gera alls konar. Já. Sko ég er að elska þennan blokkaða kant, bara ég dýrka hann. Mér finnst að gera þetta svo spennandi. Já. Og ég ætla að spá ykkur í fleira, ég ætla að spá því að Jenny og Agnes munu toppa leiðina. Það sé ekkert eitthvað rosalega stór verðlaun. Nei, ég er ekki... Fyrir þetta veðmál, sko. Ég er að reyna að vera aðeins svona... Hvað segir maður? Svona Meira playing it safe. safe. Já, já. Playing it safe, algjörlega. Ég vil sjá eitthvað gera eitthvað alveg farlegt. Mér langar að sjá hælkrókinn í þennan stóra júkara. Það væri svo cool. Já, heyrðu, hún fór með hægri höndina núna. Mér sko með teipa sýndist mér löngutöng. Nei, jú löngutöng. Jú, löngutöng. Ég held að sé bara með fint skinn. Já, getur verið. Hann kominn með miðjuna þarna. Þá erum við vona á Sólon og Dagbirtu. Ég held að Sólon verði ánægð með þessa leik. Ég held það líka. Já, ég spáði því að Dagbirt verði góð í þessu leið. Já, ég held það líka. Matsar. Ég held að hann hefði bara fattað strax hver pælingin væri. Já. Strax með hægri höndina. Og hérna, Baron Dorið. Stoppar sem með vinstri höndinni. Já, komum með miðjuna. Við séum það bara í dag, hún er mjög statískur klifrari. Mjög bara öruggur, statískur klifrari. Með svo mikið mjamalegleika, sko. Hún getur pressað sig alveg Já. á vegnum. Já, þetta er það sem ég var að tala um. Yes. Ég vil sjá eitthvað rugg með hennan juggara. Vá hvað ég er ánægður með Það þetta. er svo vel gert. Sjaldan þegar maður notar hnéð. Á sjaldan sem Já. að fjalla hnéð. Já, það þykir ekkert rosa fallegt klifur, það þykir yes og krossa með hægri, hvað er ég að segja? Vá hvað ég er sáttur. Svo sáttur. Nei, þetta er geggjað sjónvarp, sko. Hún er samt, núna getur hún stíð á móti og teikt sig í góða, mögulega. Já, hún gæti það mögulega. Ég bara veit ekki alveg hversu góður þessi bónus er. Ah. Yes! Heyrðu, þetta er geggjað. Rétt sá mér að Sólon Já, fljúga já. í þetta grip, sko. Sólon er með þetta, sko. Þetta er leiðið sem hendur honum. Heyrðu! Þetta er Hvaða geggjað. stælar eru þetta? Vá hvað ég er til í þetta. Nei, ok, hann hætti við það. Ah. Já,
sko, núna vorum við að fylgjast með Davíð mjög lengi í fyrsta góðinu sinu. Ég Já. veit ekki hvað Sólun er búin að taka mörg góð. Nei, ekki hugmynd, ég veit ekki hvað Sólrún er búin að vera að bauka, sko. Allavega 2. Líklega fyrir. Já. En já, nú... Ég hef svo mikla trú á Sólrúnu, sko. Já, ég trúi þeim báðum, sko. Ég held bara að Dagbjörn þurfi að hvíla sig eins og lengi og hún svona þorir. Já, Sólrún líka, eins og Mundi, er líka leiðasmiður. Hún er að setja upp mjög mikið af leiðum bara í þessum æfingasal sem við erum stödd í núna. Þannig að hann er bara mjög góður í, alveg eins og Mundi, að svona lesa leiðir, átt að sjá því hvað leiðasmiðurinn hafði í huga. Og ég held að sé alveg kostir svo hjálpi klifurinn rosalega mikið að þegar þeir eru að keppa líka að hafa þessa reynslu að setja líka upp leiði. Þetta er líka bara eitthvað svona verst svolítið fyrir sumum að, einmitt, lesa leiðina, sko, og það svona sparar manni svolítið að geta, þú veist, ímyndað sér hreyfingarnar. Já, Nice. Ok, geggjað. Koma Sólon. Já. Þannig Þannig að það er augljóslega með hreyfinguna, sko, veit alveg pælinguna, en bara spurning að framkvæma. Dagbjörn var mjög lengi á veggnum síðast. Þannig að vonandi er hún ekki bara búin með allt púðrið. Nú þarf hún bara að koma sér upp í hnéð. Já, nice. Glæsilegt. Ég er svo ánægð með þetta. Já. Creative, hún er frumlegur klifrari. Bara að Það er leysa cool. gátina, sko. Það er svo gott. Svo skemmtilegt. Já, Sólon í 1 loka gó. Koma Dagbjörn! Já, koma! Nei. Svekkjandi! Það er glæsileg framistæða. Ég held líka að Dagbjörn sé bara í mjög góða málum. Hún er með, hún er 3. leiðinni núna. Og já, hún var í 3. sæti þegar þessi umferð hófst. Og já, hún var með topp í fyrstu leið og bónus, eða zóngrip í leið nr. 2 Já, og síðan miðjuna í þessari leið. Já. bara mjög í fyrsta gói. Já. Bara gæti við mögulega séð hana að pallir. Já, algjörlega, sko. En nú eru Gunnar og Laufey komin. Þessi leið sem að strákarnir eru í núna, þetta er leið sem ég væri einmitt svona ekki glaður að sjá ef ég var í úrslitum. Nei, eitthvað svona... Hvað vorum við að kalla paddledæn um daginn? Bongotrömmur. Bongótrömmur. Ok, ég sé það alveg fyrir mér, sko. Mér finnst það fínt orð, sko. Það er alveg alveg... Mér finnst þetta að vera það er svona smá fyrirlitning í því að kalla paddledæn og bongotrömmur. Já, smá, algjörlega. Mér finnst það skemmtilegt orð, það er lýsandi, mjög lýsandi. Eða meira lýsandi en hvað er kallað róðurhreyfing. Róðurhreyfing. Ég vil innleiða þetta. Bongotrömmurnar. Bá-bá-bám. Góð íslensku. Birnir Jón á heiðurinn að þessu. Já. Þetta er svo töff. Þetta er Bara að vel pressa sig gert. svona. Og líka, er hún ekki fyrsti klifrarinn sem er svona kom solid, heyrðu. Ég elska þegar krakkarnir setjast. Já, ég er bara svo ánægður með þessa leið. Já. Vá. Og krossa með hægri höndina. Nei, ok, hætti við það. Nei, ekki það. En þarna lendir hún í vandræðum sem verður eiginlega að Nei, hún þarf að hafa. stíga á móti, sem Já, hún ok. gerir. Ok. Koma svo. Koma. Oh my god, svo nálægt. Svo nálægt í. Hann ætlar bara að stoppa í þessu gulagrifi. Já. Strákarnir, bæði Sólon og Greipur, þeir bara Já, það er alveg héldu áfram. smá erfitt að halda áfram út af blokker gripinu. En En já.
kannski ég veit ekki hvort ég á að þora að segja þetta, en ég held að Greipur sé orðinn bara ótvíræður sigurvegari í þessari keppni af því hann hefur toppað allar 3 leiðarnar. Já, það er Og- bara nokkuð. Vonandi er ég ekki að eyðileggja keppnina hérna fyrir einhverjum áhorfenda, en Greipur er hérna Íslandsmeistari í línuklifri, Íslandsmeistari í búlderklifri 2025 og Reykjavíkurmeistari. Ég held að hann viti það líka sjálfur. Koma svo leiði. Já, Dagbjörn var í rauninni bara að gera þessar hreinu statíst, sko. Það er svona svo gott sem. Já, næs. Hún býr til svo mikinn sveiflukraft. Laufey. Já, það er svo erfitt að halda því. Já. Mér finnst það samt frekar að vera góður hlutur. Mér finnst klifrar oftar en ekki að frekar eiga vandræði með að búa til kraftin. Já, alveg, sko. Gunnar er ekki hættur. Nei. Þetta eru svolítið leiðirnar sem manni finnst maður að geta reynt endalaust, eins og leiðin sem að Gunnar var í. Af því að hver tilraun er svo stutt. Já. Þetta er ekki svo Dagbjört sem var rosalega lengi upp á veggnum í hvítu leiðinni, alveg rosalega lengi. Þessi leið hjá strákunum Já. bara tekur þér, 2 sekúndur, 1 tilraun. En maður getur reynt svo oft. Algjörlega. Þú veist, jú, þetta tekur alveg svolítið úr manni en ekki jafn mikið eins og að vera að hanga rosalega lengi á veggnum. Já, þetta er einhvern veginn, þetta er öðruvísi kraftur, sko. Ok, ég ætla að spá öðru. Ok, hvað er það? Ég ætla að spá því að Birgir muni ná í sóngrifið en hann muni ekki gera þetta eins og hinir keppendurnir. Ég ætla að segja að hann muni reyna að stoppa í gripunum. Já, mér finnst það eitthvað slæm spá, sko. Ok, ég ætla að segja að hann stoppi í gripinu fyrir Hann ætlar að kampisa, er það sem þú ert að segja. hann ætlar að kampisa það. Næs, Silvía, fallegt. Fellir hné. Gerir þetta mjög vel. Mjög fallega klifra. Já, hnéð. Yes! Næs. Þetta er útiklifur dæmi, sko. Og Silvía er með sterka putta. Já, mjög. Jæja, koma svo. Komin í mjög góða stöðu. Já, og Matsan á þessu tiny kant. Það hlýtur að vera alveg töluvert lengra í ennum kant en það lítur upp fyrir að vera. Já. Einmitt, fyrir okkur að mynda lítið. Yes. Vá, koma svo Silvía. Já! Nei. Vá. Mér finnst að finna að segja hérna áhorfendum að sitja þetta á dýnunum sem fylgjast með. Já. Já, aftur veit ég ekki hvernig Birgir er búið að ganga. Það er svo spennandi að horfa á þessi stelpulið. Ég er svo ógeðslega ánægð með þessa bara tæknibeitingu. Heyrðu, hann heldur áfram. Ok. Ok. En hann er með það, sko. Já, já. Hann er bara hægt að halda þessu núna. Bara svo mikið með hreyfinguna. Sko. Já. Sjá þetta. Vá, hvað þetta var flott. Koma svo. Koma svo. Koma. Já, 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 já! Yes! Yes! Þetta er geggjað. Þetta var geggjað. Þetta var bara svona klifur IQ dæmi. Já. Og puttastyrkur. Já, nota kollinn og nota puttana.
Yes, já! Nice. Smá tæpir hann að. Já. Hann er með sterkar axlir. Jæja, Oh, please. Thomas á. Nei. Brosir. Alltaf brosandi. Já, það er rétt. En það er líka alveg, 4 gó í þessari 1 mínútu sem er eftir. Já. Nei, kannski 2. Ég held að hann eigi bara 1 gó, menn hann komst svo langt. Ég held ég að held það það líka, tekið sko. mikið úr honum. Kannski annar klifrari sem væri ekki að ná í miðjuna hefði átt 4 gó. Já, við sjáum í bakgrunni Leo sem er að labba út nýrunni, hann var í öðru sæti í Ég er 15. 15, undir 15 ára flokknum sem sagt. Koma Biggi. Koma svo. Já! Það Það er svo svekkjandi að sjá klifra að detta svona í endurgripunum. Þið voru alltaf að fara töluvert hærra þegar þið voru stikkað þetta, Já. sko. Og þetta er svo gott grip, þetta voru sjúklega gott grip. Þá er komið að Munda og Þórdísi. Nú færðu að sjá Munda í bongotrómanum. Já, bara það sem ég vildi sko, ég Já. er mjög ánægður með þetta. Þú fattaðir þetta áðan. Ég ángríns fattaði þetta. Já, ég er spenntur að sjá hann reyna þetta. Ég held að hann muni taka þetta. Já. Þetta er svo bara, þetta er Munda-core leið. Þetta er mjög, bara já, dæmigert Munda-leið. Og sló alveg þögg. Já. Tónlistina. Já, hann kominn aftur. Hann er ekki að laga líka. Lenti á blokkartum. Já, smá andstækilegt að hafa þennan blokker á miðjunni. Þórdís mjög örugg í þessari axlarhreyfingu. Já. Næs. Ég spáði að ná þessu næst. Heyrðu, núna er mjöðm í juggarnum. Býður upp á svo mikið þessu juggari. Já, mjög mikið. Já, og hann sagði að mér finnst stelpuleiðina skemmtilegri. Ég held ég sjáu sko svolítið hvað það er. Í stelpuleiðunum það kemur alltaf þessi pása í miðjunni. Já. Það er þarna þessi pása í bláu leiðinni, það er þessi pása þarna í þessari hvítu, í þessum juggara. En strákarleiðin er eiginlega svolítið bara svona, já, nákvæmlega. Lítil svona, já, lítil pása. Það er nú Og svona... hver tilraun tekur svo stuttan tíma hjá Já. strákunum. Já, þetta er alveg klárlega meira old school old school round hjá stelpunum heldur en hjá strákunum, sko. Já. En það er náttúrulega geðveikt cool að sjá þessar new school hreyfingar þegar þeir ná að stikka þess. Algjörlega, sko. Svo töff. Og kannski líka fyrir ykkur sem veit ekki mikið um klifur, miklu snettar að sjá ykkur eitthvað Já. crazy stuck frekar en eitthvað að hanga ykkur juggara, eitthvað svona hikandi að prófa næsta grip. Statíska kattarhreyfingu og maður er eitthvað, wow, puttastyrkur á meðan einhver sem veit ekki betur er eitthvað, þetta er frekar leið. Já, akkurat. Nákvæmlega eitthvað svona campus að eitthvað rósa hreyfingu, það er ekkert eitthvað, þá þarf maður að hafa eitthvað insider upplýsingar, sko. Já. Ég held að Þórdís er svona þreytt. Já, koma Mundi! Mundi!
Já, Já. þetta er svo leiðileg miðja. Já, hún er alveg ömurleg. Nú vil ég sjá Munda klára þetta á börsefnum. Það er svo gott saman. Vá, aftur á bakkarnís. Töff. Koma svo. 10 sekúndna lokagó. Svekkjandi. Sko, mér sýnist Mundi vera smá pirraður. Það gerist ekki oft. Nei, einmitt. En það gerist líka ekki oft Nei, að sé ykkur að ganga betur en hann, sko. það er rétt, sko. Um, En hann samt, sko, já, við töluðum smá það á, Rigg, af því að, hann vann í fyrra og síðan, hvað var hann í öðru eða þriðja sæti, ég man það ekki núna. Núna? Já. Hann var í 3. sæti á Reykjavíkurleikunum núna. En hann var bara allan tíman í svo góðu skapi. Já. Hann var bara líklegað. En það er eins og þetta sé að bögga hann aðeins meira. Já, og líka kannski, það er enginn sem hefur verið jafn oft Íslandsmeistari eins og Mundi. Nei. En hann lenti því í fyrra, hann lenti ekki á palli á Íslandsmeistaramótinu. Mér skilst líka að það hafi verið eitthvað meiðsl sem kom upp þá, en hann kannski vill ná titlinum aftur, en þessir bara ungu strákar, Pálo og Greipur, já, þeir eru bara helviti sterkir. Vá. Það er líka svona svo gaman núna að keppninnar eru ekki eins fyrirsjáanlegar eins og þær voru. Algjörlega, Bara að þetta getur farið hvernig sem er, allir eru svo jafnir. Já. Miðað við fyrir 5 árum þegar maður vissi alltaf, Já. eða bara gíska alltaf á hverju myndi ræðast í 1., 2. og 3. sæti, sko. Algjörlega, sko. Líka bara svona, þú veist, fyrir 5 árum hjá stelpunum, þá var alltaf einhver eitthvað, ætlar þú ekki að keppa á Ágústa? Já. Sem að fólk er svo sannarlega hætt að gera. Já. En það er líka bara, núna er kynslóðin sem er að koma upp svo sterk, sko. Skemmtileg aðferð hjá Pálo. Statist. Næs, ég er ánægður með þetta, Sko. já. Fallega gert. Já, nú ætlum við að gera þetta með... Heyrðu, ég veit ekki hvort þetta muni virka hjá honum, sko. Já. Hann getur þetta alveg. Hann veit upp á sig sökina, sko. Já. Hann bara langaði til að gera þetta statist. Pálo var Íslandsmeistari í fyrra. Já. Þannig að hann er að reyna að verja titilið núna, en Já, hann er ekki, líklega ekki að fara að ná því. nei, Greipur með þetta. En Pálo, hann hefur líka svo mikið Heyrðu, ég er mér að stökkkraft. nota mjög minna. Þetta er sko hlutir sem að svona klifur krakkar gera rosa mikið, er að reyna að setjast á allt sem er hægt að setjast á. Og það er bara algjör stemming að sjá þetta gert í úrslitaleið á Íslandsmeistaramótinu. Djúpt instinkt hjá klifurbörnum. Já, en eins og ég var að segja, þetta hefur Pálo rosalega mikið sko stökkkraft. Hún var oft lýst bara þeim gorm, já, bara mikill gormur. En hann gera þetta statist. Já, það kemur mér alveg svolítið á óvart, sko. En eins og þessi endarhreyfing, þetta er bara Já. algjörlega bara hreyfing fyrir Pálo, sko. Já, geggjaður. Næs. Jenny komin í góða stöðu. Koma svo. Næs. Já, nú klárar hann Koma svo. þetta. Nei. Vá, hvað þetta er svekkjandi. Já, og hún ætlar að reyna aftur. Þetta er tæpur tími, en hún gæti gert þetta. Þetta er svolítið svona seinfarin leið, sko. Já, hylla sér þarna á. Ég er svo gaman að þessu. Já, koma. Svekkjandi.
Það voru Agnes og Garðar. Já. Síðustu keppendurnir í þessum leiðum. Já. Síðan eftir það þá eigum við eina leið eftir. Þá er keppnin búin. Ég held að Agnes teki þetta. Það er alveg Agnesarleg leið, sko. Nice. Vá, axlar styrkurinn. Yes! Hörðu, ég vil nú alveg sjá þau í bæði. Takk fyrir. Flott. Sko, sjáðu þetta. Ekkert mál. Vá, ótrúlegt. Hún verður 3 mínútur eftir á klukkunni. Nei, heyrðu! Þetta var ótrúlegt. Hann hakkaði þessa leið, sko. Ok, geggjað. Við þurfum endursýningu. Ok. Getið þið fundið út endursýningu fyrir okkur? Nei, ég er bara að stríða ykkur. Við erum ekki með þannig tækni. En Benni. Nei, þú stríður fundið. Og það er verið að undirbúa næstu leið, þannig að verið að færa myndavélarnar aftur. Ef að ræða þessa toppa aðeins. Ég er bara glöð að ég heimtaði að fá það báða upp á skjáin. Já. Já, það var bara glæsilega gert, sko. Bara- Það gerðist líka svo hratt. Þetta gerðist svo hratt. Ég veit ekki alveg hvað gerðist. Ég hálf misti af sko bara tilrauninnar Agnesar. En bara rosalega, hvað segir ég, bara typical Garðar. Já. Það var bara að teygja sig. Við myndumst einmitt á það í síðustu útsendingu núna helgina að Garðar er með lengsta faðminn af öllum keppendum. Og ég núna sýndi hann okkur hvers vegna hann var efstur bæði í undankeppninni og undanúrslitunum. Hvar er Garðar svona á skalanum lengstu faðmar heimsins? Guð, ég get ekki sagt þér það sko. En ég get sagt þér að hann er með lengsta faðminn á keppendunum Já. í dag. Ekki myndi eins og Nei, það hefur verið haldið fram. Já. Er Adam Andra með lengsta faðmar? Ég hef ekki hugmynd sko. Ég veit það ekki. Satt best að segja, held ég að skipta ekkert svo miklu máli sko. Nei, alls ekki. Það er bara trivia. Það Já. er Það skiptir máli þarna. Við fórum í gym í Frakklandi sem er með svona vegg þar sem Já, það er svo töff, skema það er svo töff. fyrir eitthvað svona ef maður er eitthvað að kvarta yfir því að maður sem er ólítinn faðm með eitthvað Já. þá maður bara að sjá að maður er með stærri faðm heldur en Lynn Hill Já, og þá akkurat. getur maður haldið kjafti. Já, nákvæmlega. Líka, ég held að Fítið er á hvolfi. Ég held að hafi svolítið komið í ljós í allan sérstaklega í búlderklifri að oftar en ekki er kannski betra að vera smá lágvaxin frekar en vera hávaxin. Bara þið er náttúrulega bara minni þyngd bara að bera og líka bara í einhverja svona hvernig á ég að lýsa því að þú ert að gera upphýningu eða upphýningu á annarri hendinni eða bara Þetta snýst í rauninni bara vogarafl. Já, minna vogarafl, algjörlega. Ég, segi oft við, krakkana mína sem að ég er að þjálfa að þegar þau eru að segja að þau ná ekki eða eitthvað, það eru samt nær veggnum heldur en fólk er langa. Já, algjörlega, Þetta er svona smá eins og brandari en þetta er samt ekki brandari. Já, algjörlega, nær veggnum, minna vogarafl á útlimina, erfiðum hreyfingum, léttari, bara margir kostir sem fylgja því. Síðan er kannski línuklifur sem á annað mál, þá vill maður kannski hafa aðeins öðruvísi líkamstypu. En síðan er auðvitað allt til sko, rosalega bara hávöxnir klifrarar sem eru sjúklega góðir búlderklifrarar eins og Jan Hoyer og bara margir bara bestu klifrarar heims. Það er líka skemmtilegt dæmi eru Narasaki bræðurnir. Já. Þú veist, Tomoe Narasaki er svona þekktur fyrir að vera rosalega sterkur búlderklifrari Já. Hann á bróður sem heitir Meiji Narasaki. Já, Meiji Narasaki, sem er
bara mjög hávaxinn með við Já. að vera japanskur, sko. Akkurat. Og líka bara hávaxinn á bara alþjóða skala, skilur. Og er líka bara sjúklega sterkur. Bútaklifrari, sko. Þannig að, já, það fyndi að sjá það að klifra saman, sko. Þeir eru svo ólíkir. Já, akkurat. Já, gaman að pæla í þessu. Einhvern tímann var ég að ræða við stelpu sem var núna, nei ekki núna, hún var Danmörkumeistari einu sinni. Vorum að tala um hæð á klifurum og við vorum svolítið sammála því að 1,75 er fyrir allan fyrir kalla, svona hinn ideal klifurhæð, svona smá lágvaxinn, en samt kannski ekki svo lágvaxinn að maður lendir í vandræðum, maður geta teygt sig á milligripa eða eitthvað svoleiðis. Og ég er mjög heppinn, ég er 1,76. Já. Nei. En þetta er allan svona trendið í sérstaklega búlderi og maður sér, ef maður horfir á Ólympíuleikina, það eru flesti klifurarnir alveg frekar lágvaxnir. Og reyndar líka bara, í línuklifuri líka, ég pæli í því, eins og ég á stelpunum, japanski klifurari, Aimori, hún vann línuklifurið á Ólympíuleikunum, hún er bara, hvað er hún, 1,50 eitthvað eða, 1,51 held ég. já, rosalega lágvaxin. Og það hefur oft verið eitthvað svona startið í búldurum, hefur verið bara óvart allt of hátt og Aimori kemst í úrslit og það er bara pínlegt að Já, en síðan erum við með klifurar eins og Brooke Raboutou sem er bara, hvort hún sé bara eitthvað 2 cm stærri en hún, bara þarna Nei. Jú, ég er að segja þetta sko, við getum bara að googla það núna sko. Við heldur að þetta frekar að horfa á Rondi sem er að byrja. En, já, Brooke Raboutou er bara örlítið stærri en Aimori sko. Ég held að hún er alveg 4 cm stærri eða eitthvað. Já, getur verið. Hlynur er byrjar að klifra, en það er ekkert annað fít sem ég veit ekki alveg af hverju er. Hvað finnst þér þessa leið, Stebbi? Ég er aðeins að pæla í henni. Ég er svona smá, þetta er eitthvað svona pressu, hoppa inn í pressu. Já, ég held að sé rétt hjá þér, ég hef ekkert mjög mikið að segja. Nei, þetta er svona, já. Þetta er það sem við kallum New School leið. Já. En, já, virðist vera eitthvað smá pása eða meiri leiðinni í miðjugripinum. En jú, ég held að það sé bara hárrétt eins og segir, bara hopp í eitthvað svona pressu. Og stelpum meginn var Annabelle að klifra á nýjum gripum sem að klifhúsið fékk frá EP Climbing fyrir rigg. Það er hræðilegt að grípa í þessi grip, þau eru svo ótrúlega gróf. Annabelle er þá komið með bónus í öllum liðunum sem setur hana í ansi góða stöðu. Góða staða, sko. Og lítur bara vel út hérna fyrir toppinn. En hún getur þetta, við sjáum það alveg. Það held ég alveg örugglega, sko. Hlynur er eitthvað aðeins að ströggla við að starta þessa leið. Annabelle hvílir sig enda búin með allar hreyfingar nema síðustu. Já, í öllum þessum leiðum það gildir svo kallar 4 punkta start.
En við sjáum eins og í kallaleiðinni að Hlynur þarf að hoppa upp í byrjunargripið og síðan bara nóg að hann tylli tánum á þessi 2 litlu skrúfuðu fætur. Þá má hann fara af stað. Já! Hlynur megast nær því að ná að stykka þetta move. Ég held að Annabelle líður eins og hún þurfi bara eitthvað svona að reyna að hanga aðeins meira undir gripinu. Þetta er slóper. Já! Mjög nálægt því. Hefur engu að tapa, hún getur farið aftur, 6 sekúndur eftir. Ok. Yes! Já! Þetta var svekkjandi. Jæja. Þá hafa þau lokið keppni, Hlynur og Já. Annabelle. Þá er Greipur. Ætli Greipur náði þessari líka? Það er hann búinn að taka alla leiðina. Það væri svolítið. Það væri svo öflugt. Mjög statísk byrjun á Sigrúnu. Þetta er svo töff grip í EP-leiðinni. Bara EP-gripin. Mjög nett. Það er skemmtileg. Bjóð upp á mjög mikið. Sigrún er ekki alveg að ná að búa til sveiflu til að fylgja það eftir yfir í miðjuna. Greipur er líka bara í einhvern smá vandræðum með þessa byrjun. Þetta er alveg svolítið flókin staða sem maður þarf að lenda í. Þú þarft einhvern veginn að grípa og ýta á sama tíma. Akkurat. Í grunninn var sé bara nóg að ýta en... Já. En mjög fallegt hvernig Hlynur kljóraði þetta á, greip og ýtti á sama tíma. Vá. Ókei. Kannski er hægt að gera þetta svona, þú veist, svona leggja lófana ofan á miðjuna og ýta inn í skálina á sama tíma. Sko, já, mér finnst það svolítið hæpið. Það væri ógeðslega töff ef eitthvað myndi ná því. Mikill sprengikraftur í greip. Yes. Já. Sko, þetta var mjög flott hjá honum. Kannski virkar þetta svona. Í grunar er síðan best að gera eins og Hlynur gerði og stoppa í þessari pressu, sko. Gæti trúið að Greipur svolítið bara ofhugsa þetta. Hann bara einhvern veginn veit hvernig keppnisleiðir yfir oft, þetta er svo mikið hopp, þetta er svo oft hérna svona paddúl. Já, ok, hann verið rétt fatta en að stoppa sig. Líka kannski bara að hugsa, þú veist,
þetta er svona það sem að hans styrkleikar liggja í. Já. Að ef hann svona klárar þær pælingar hvort það sé hægt að gera þetta dýnamískt. Svipuð rámt hjá þeim. Já. Laga fókusinn á lið 4 hjá strákunum. Já, fara aðeins yfir stíginn. Já. Agnes, Jenny og Dagbjört eru í efstu 3 sætunum á stelpunum. Já, sorry. Agnes var með topp í öllum 3 liðunum sem við erum búin að sjá. Jenny í fyrstu 2 og Dagbjört var með topp í fyrstu liðinni en bónus í liði nr. 2 og 3. Kallamegin þá er Greipur með topp í fyrstu 3 liðunum, ekkert í 4. liðinni, Pálo já, er með topp í 3. liðinni, er með 1 topp og bónus zone í fyrstu liðinni og Garðar Logi er í 3. sæti með topp í 3. liðinni. Og núna er Dagbjört mætt í liðinum og er í síðustu liðina. Dagbjört og Sólon. Og Sólon, já. Nice. Ég held að þetta sé vænlegri leið heldur en það sem strákarnir voru að gera. Já, algjörlega. Já, ég skoðaði svolítið leiðina ræðan og gráa stelpuleiðin. Svolítið erfið byrjunarstaða. Mjög nálægt. Og sérstaklega hjá stelpunum þessi skál sem við sjáum með frekar kölkuð og hún fer með vinstri höndina og ég er alveg glötuð, bara mjög grunn og lítið grip í henni. En síðan koma þessi 2 grip, eitt sem er merktan af bónus, koma 2 grip hlið við hlið. Þau eru frekar góð, þau eru þokkaleg sko. Já, geðveikt. Mér finnst Dagbjört oft geta hangið úr einhverju svona bara dögum saman sko. Thomas og já, Yes, geggjaður Sólon. Þetta er rosa droppanlega prófi. Það er bara svo auðvelt að detta þarna. Sólon kemur aftur á stað. Damn it. Nice. Yes. Þetta er
alls ekki gefið hvernig maður á að koma sér hérna í kring, sko. Oh my. Koma þetta burt. Þannig að gera þetta, ég er ekki viss að þessi aðferðin. nei. Það leit svo vel út hjá Annabelle. Svo rosalega vel. Já, hún var bara með hælkrók. Sem ég held sko meðan við svona þústina sem er á þessu voljúmi er líklega það sem að leiðarsmiðir voru að hugsa. Já. Damn it, sem tíminn að renna út. Þetta Ok. gæti nú reyndar alveg verið eitthvað sem við vorum að pæla, þessi svona, Já, þessi reynir. þessi tilraun var frekar góð. En það var besta tilraun. Ég held að Dagbjört getur bara verið mjög sátt. Alveg. Hún var með topp í fyrstu liðinni og náði zone í öllum hinum. Það var bara mjög góður árangur. Það var komið að Gunnar og Laufey. Það er nú líklega smá þreyta farin að hellast yfir fólk núna. Bæði er að baki löng helgi full af klifri og það er farið að stíga í annan endan að kvöldi, sko. Já, nice. Já, cool. Ég held Annabelle hafi gert þetta svona, sko. Þetta virkar allan að klálega. Hún er ansið nála því. Ég væri svo til að sjá hún toppa þessa strákuleið. Já. Það er mjög forræðilegt, sko. Nice. Alveg með þetta. Það smá að gerast hér, það sem að gerist stundum í þessum randum er einhvern veginn að klifrararnir eru alltaf á sama röð. Þau eru alltaf einhvern veginn að byrja á sama tíma. Já. Það er eitthvað svona eins og það sé bara eitthvað svona næs, Yes. vel gert. Það er alltaf með svona sömu tilfinningum Já. hversu margar tilraunir þeir eiga á þessum tíma, Algjörlega, sko. hversu mikið eiga að bíða.
Sóleyfi. Koma. Já. Yes! Oh my Vó, god. ok. Hvernig er hann ennþá þarna? Það verður að ná þessum bónus. Já, Já! Geðveikur! Geðveikur! Gekkja. Hann verður að fara niður. Þetta var svekkjandi. Þetta er líka sko, þetta er eiginlega meira slapp og mun minna yfirhangandi en mér gerði mér grein fyrir sko. Það er eins og hann hefði bara getað staðið þarna í bara nokkuð góðu jafnvægi og farið í endagripið. Þetta var geggjað, en að Sloper Madness. Að hann hafi hangið þarna. Já, þetta er crazy. Já, það er örugglega fyndin tilfinning að koma út eftir að einhver er búinn að einhvern veginn uppskera þessi, þú veist, fagnaðarlæti. Já, örugglega. En kannski heyrið hann líka hérna, heyrið þau hérna, já, nákvæmlega. Heyrðu, já, Silvía er þarna. Silvía og Birgir, sko. Vá, Birgir er að busta þetta svo vel, sko. Já. Ég spáði alveg að Silvía geti dottið inn í þessu lagi, sko. Já, mögulega. Já, ok. Ég held að allan að Birgir muni ekki reyna þessa aðferð að fara strax í miðjuna. Ég held að hann muni vera fljótur að fatta bara þessa pressu. Ó. Sjáum hvað hann gerir núna. Það er bara að ná að halla sig aðeins betur inn í vegginn. Hver er búinn að vera þín uppáhaldsleið í kvöld? Ég held Hobby 3 hjá startanum. Já, minn líka. Það var rosa skemmtilegur. Hann var góður. Já, maður sá svo margar skapandi lausnir í þeim prófa. Mér finnst alltaf svolítið skemmtilegt þegar það eru, þú veist, margar jafn erfiðar útgáfur í sama prófanum. Já, algjörlega. Ég líka fíla það sko þegar að klifrararnir eru svona svolítið lengi í hverjum prófa fyrir sig. Já. Með það byggjast upp svo mikil stemning sko. Eða spenna. Já. Orðið sem ég ætla að segja. Klárlega eftirminnilegasti prófinn í kvöld. Já! Ansi nálægt. En aftur frekar svipuð ránd. Koma svo Silvía.
Þá komum við að næstu keppendum. Sem eru Mundi og Þórdís. Yes. Ég vil sjá Munda toppa þessu leik. Já. Ég hef mjög mikla trú á honum, sko. Mér finnst það alveg vera myndaleið, sko, alveg þess að leið nr. 3, en hver veit, maður er náttúrulega bara enga hugmynd hvernig það mun fara. Nei. Svo snýst þetta líka allt bara svo mikið dagsform og allt svoleiðis, sko. Já. Síðan líka Mundi var í skiptinni á mig í haust. En hann er ekki búinn að vera að æfa það mikið með strákunum minna á Íslandi. Það er svona bara strax frekar nálægt í þessu, sko. Já. Mér finnst geggjað hvernig Gunnar gerði það áðan, bara svo töff. Hann átti alveg séns í að toppa þetta. Já, Mundi var ekki að æfa með hópnum í vetur, en hann var út í Frakklandi og það er franskur leiðasmiður. Það setja upp, já, Já. vissulega. Ekki það fyrir mig endilega að þýða neitt, en kannski gefur Munda eitthvað skilning. Já, Eitthvað kannski. skilning á svona leiðinni, ég veit það ekki. Frakkar er náttúrulega mjög framarlega í klifri og sérstaklega líka bara í leiðasmíð, sko. Já. Mikið af flottum franskum leiðasmiðum. Algjörlega. Þetta var flott. Já, cool. Nota viðnámið í öllum handleggnum til að reyna að halda sér á veggnum. Hann er örugglega ógeðslegt sár eftir þetta. Já, ætla hann gerir þetta aftur. Ein mínúta eftir af tímanum. Já, hann er einhvern veginn ekki að prófa neitt annað heldur en bara, og Þórdís svo sem líka, en bara ég hefði haldið að hann myndi prófa að svona pressa bara vinstri fæti, eða vinstri hendi og reyna svona að detta inn í þetta. Akkurat. Þetta var nær hjá Þórdísi og nær hjá Munda heldur en eiginlega bara flest önnur góðin þeirra. Já, lítill tími eftir. Mjög lítill Kannski tími bara eftir. max ein tilraun. Já, Hvað síðasta tilraun Munda. kannski miðja. Ah. Ansans. Já, þetta var að muerte. Þá eru næst síðasta parið okkar komið. Pála og Jenny.
lítur strax vel út hjá Pálo. Jenny eins og í 3. sæti. Eftir að Dagbjört náði miðju þessar leið ýtti hún Jenny úr öðru sætinu í 3. sæti. Já, Dagbjört náði miðjunni í gói nr. 2. Þannig að þetta ansi jafnt hjá Dagbjört og Jenny. Þetta var... Jenny þarf að toppa leiðina til að tryggja sér annað eða 1. sæti. Þannig að ennþá hörð keppni hjá stelpunum. Já, nefnilega. Þó að þessi svolítið verið að skýrast hjá strákunum. Yes, ok, við komum miðjuna. Nú þarfum við að fara að dýnamist. Ok, hún með þetta, hún getur toppað þetta. Já, svolítið deprimerandi að fylgjast með strákunum í þessari leið. Þetta smá svona leið sem að örugglega þegar þú ert búin að læra hreyfinguna þá getur þú endurtekið hana. Algjörlega, En að læra hana á 4 mínútum svolítið... Þetta ekki hreyfing sem ég hef séð oft. Nei. Bara frekar... Ég efast að þessi strákar hafi séð hana oft. Það er kannski þess vegna sem þeir eru í þessu klandri, sko. Sjáum hvað Jenny gerir. Nei. Hún var svo nálægt toppnum á hann. Hún líkaði vel við þetta. Hoppa strax aftur í Já. bæinn. Góður að fatta. Já, mjög nálægt. Þetta er líka einmitt svona leið sem við vorum að tala um áðan. Hann hefur endalaust á tilraunum með þess að þetta stökk í byrjun tekur svo lítið úr honum. Já. Hann er ekkert svo lengi á vegnum. Núna er Jenny komin aftur á stað. Þá er hún með þetta. Koma svo Jenny. Veitir, what? Þetta er crazy. Já, af því að hún er að fara að pálma niður Já, á steypa. Stælar. Ég veit það. Þetta var svo töff, sko. Ég vil sjá meira af þessu, sko. Svo nett move. Vá. Það er samt, sko... Já, nei. Í rauninni var Annabelle nær með hælkróknum. Er það ekki? Hún var alltaf bara eitthvað svona að fara í gripið og leka úr því. Ég veit það ekki, ég minnst það bara mjög svipað nálægt. Mér finnst Jenny vera sjúklega nálægt þessu líka. Já. Nei. Heyrðu, Pála kominn. Yes, geggjaður. Koma svo, ekki þetta. Nei. Engin miðja. Svo góður, sko. Má ég taka myndverk? Já. Ég er búin að vera að taka myndverk á hann. Djöfisir stemningar þetta maður. Komið að næstu keppendum. Það er Agnes og Garðar, síðustu keppendur kvöldsins. Ég held að, hvað segir maður, liggur fyrir. Það liggur fyrir að Agnes er sigurvegari kvöldsins. Einu sem er með 2 toppa. Já. Á stelpunum, þar að segja. Wow. Ef að Garðar nær að ná bónus í fáum tilraunum þá gæti hann ýtt Pálo úr 3. sæti í 2. sæti
Nei, úr Nei. öðru sæti í þriðja sæti. Það hljómaði eitthvað skringilega. Mjög skrítið. Já. Já, það er smá deprimerandi að horfa á góin hjá strákunum. Þau eru einhvern veginn alltaf smá svipuð. Já. En heyrðu, Agnes er komin í lokahreyfinguna. Koma svo. Já! Yes! Eins og þetta væri létt, sko. Ótrúlegt, var þetta flass? Nei, Nei, þetta var ok. ekki flass. Ég held þetta var annað eða þriðja gól. Ég vil rúlaðan þessi. Þetta var rosalegt. Það er Agnes, já, bara Já, ótvíræður Íslandsmeistari með topp í 3 liðum. Og miðju í. Já, og miðju í Þetta er einni liði. drusugól hjá Agnesi. Eða drusugránd. Já, bara svipað hjá Greipið var líka með, Já, en hann Toppaði vantar þremur. eina miðju. já, var ekki með miðju, það er rétt. Já, miklir yfirburðir. Agnes, allan að meðan við þessar tölur, er með 84,8 stig og Jenny er með 54,7. Hörlega. Já, Og Dagbjört og Jenny eru með jafna stig. já, vá. Já, en þó að Jenny og Dagbjört séu jafnar, þá er það satt svo kallað countback sem segir Talið aftur til. talið aftur, já. Af því að Jenny var fyrir ofan Dagbjörtu í undanúrslitunum, Já. þá er Jenny í öðru sæti en Dagbjört í þriðja sæti. En eru samt með jafn mörg stig í rauninni Já. í úrslitunum. Mikið væri nú gaman að sjá Garðar toppa þessa leið Já. hér í lok kvöldsins. Kemur ekkert á óvart samt, eins og við erum búin að tala um. Hann er Já. lúmskur og snjall klifrari. Ég væri svo til í að sjá hann bara sko teygja sig úr byrjunargripinu yfir næsta grip bara sko. staðfest. Það væri svo geggjað. Ég veit ekki hvort það er hægt, Nei, en það væri ef töff. einhver Já, ef einhver. Garðar. Já, ó já. Já, Ætlar hann- heyrðu, kannski. Það væri ótrúlegt. Nei. Hann er svona ansið nálægt þessu. Og tíminn er búinn. Þannig fór nú það. Þá bara, já, getum við staðfest það sem við vorum búin að segja upphátt fyrir stuttu síðan er að Greipur er í fyrsta sæti, Pálo í Öðru sæti. og Garðar í þriðja sæti. Og já, stelpunum er Agnes í fyrsta sæti, Jenny í öðru sæti og Dagbjört í þriðja sæti. En þetta er allt saman eitthvað svona ekki búið að fara yfir öll myndbönd og kannski verður eitthvað að horta aftur á eitthvað og eitthvað endurbænt. Kannski, já, verður eitthvað þarna kæra, Já, eða áfrýjun. áfrýjun, ekki kæra. En ég held að það sé nokkuð svona líklega Já, bara endanleg niðurstaða. Við þakkum bara fyrir okkur. já, takk fyrir okkur. Já. Takk fyrir að horfa á Íslandsmeistaramót í klifri 2025. Gott kvöld.